Góðan daginn og velkomin í Silfrið. Þetta fyrsti þátturinn á þessu ári. Við höldum svo ótrúð áfram við Fanny Birna. Fram á vormánuði. Það nú svona eitt og annað að gerast í pólitíkimenninu nú dálítið að stilla upp fyrir borgarstjórnarkosningarnar og borgarbæja- og sveitarstjórnarkosningarnar sem verða í lok maí. Svona frekar rólegt yfir því sem við köllum landsmálin. En svo náttúrulega leikur allt á reiðiskjálfi út af MeToo hreyfingunni og í Bandaríkjunum við vitum hvernig ástandið það í kringum Trump og ég var að tala um Frávin Frey sem forsetaefni demókrata. Við byrjum hérna með Frosta Logasyni og við erum með Frosta og Mána. Þeir eru hérna á sittkorum endanum með Harmageddon bræður, Máni Pétursson og Frosti Logason, Ólínu Þorvarðardóttur og Friðjóni Friðjónssyni. Ætlum að fara yfir nokkur mál. Byrjum á borgarstjórnarkosningunum, prófkjöri Sjálfstæðisflokksins, leiðtogaprófkjöri Sjálfstæðisflokksins. Það má segja að þar hafi Viðar Guðjónsson, það eru þarna 5 frambjóðendur og það má segja að svona á fyrstu dögunum þá hafi Viðar Guðjónsson algjörlega stólið senunni. Maðurinn kom algjörlega eins og skraktur á þessu öðurleiknum. Ég verði viðurkenna, ég hef aldrei minnst á hann, ég kannski ekki nógu dyggur söguhlustandi, en þið tókuð hann í Harmageddon. Já, við tókum hann í viðtalið hjá okkur og það ótt síðan hann hafi slegið í gegn. Fólk var bara leið og viðtalið byrjað, þá var bara allt brjálæðin og samfélagsmiðlum með hvað hann var að segja á annað. Ég verð nú að segja að ég hafði gríðarlega gaman á honum, ólíkt mörgum sjálfstæðismönnum, þá var hann ekki í sama kassanum og þeir allir, sko. Þóttum hann sé ekki endilega að kaupa þessar skoðanir sem maðurinn hefur, þá allavega hafði hann eitthvað skoðanir og það ágætt að fá smá svona krydd í þennan leiðtogaslag þarna hjá Sjálfstæðisflokknum. En hann dálítið öfgafullur svona, okkur finnst hann dálítið mikið út á jaðrinu og þessi maður þetta ekki bara óþægilegt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að þessi maður skuli koma út einhvern veginn taka sviðið þarna þegar hann að fara í þetta fína prófkjör. Já, ég held að Viðar muni nú ekkert eiga sviðið út þessar næstu 2 vikur þá til að prófkjörið fer fram. En já, ég menn hann náttúrulega, hann endurspeglar engan veginn sjónarmið sjálfstæðismanna eða meginþorra sjálfstæðismanna. Geturðu fullyrt það? Já, ég get fullyrt það. Ég hef setið landsfundina þar sem að tillögur sem að ganga í þveröfuga átt við það sem að Viðar berst fyrir, hérna eru samþykktar. Hann skilgreinir sig sem harðlínu og hægrumann, þannig að það segir sig sjálft að hann ekki alveg inn í þessu sama boxi. Hvað var hann að segja í viðtalinu? Hann að tala um aumingjavæðingu, þegar hann að tala um að þeir sem fíkniefnaneytendur og fólk sem farið út á sporinu í lífinu, það bara að hjálpa sér sjálft og það ekki að vera að moka undir það með velferðarkerfinu og þannig að þetta eru algjörar öfgaskoðanir. Já, konur aðstoð við barns við það að koma börnum í heiminn. Já, athyglisverðasta hugmyndin var sennilega fjölkvænishugmyndina en þá tók hann sérstaklega dæmi af Gylfa Þór Sigurðssyni sem væri svona gott dæmi afburðar Íslending sem ætti helst að fá að eiga margar konur svo hann geti búið til sem flest börn. Já. Þannig að þetta eru hugmyndir sem sannarlega ekki upp á pallborðið alls staðar. En maður veit ekki, þetta gæti átt upp á pallborðið Sjálfstæðismönnum. Þeir hafa verið mjög duglegir að hleypa konunum sínum ekki á lista, þannig að þeir kannski þetta gæti eitthvað að passa henni hugmyndafræðinu þeirra. Ég sem betur fyrir heyrði ekki þetta viðtal, en mér heyrist nú samt á lýsingunum að þetta sé svolítið Trump keimur af málflutningnum og menn skildu nefnilega ekki slá það alveg út af borðinu í einu vetfangi að einhverjar skoðanir þessu tagi eigi ekki upp á pallborðið. Ég held einmitt ofta svona týpur, þó ég segi því miður, ég heyri að ég ekki sammála þessu manni, en ég held að svona skoðanir eigi nefnilega oft dulda afkima í brjóstum ótrúlega margra og þrífist inn á óformlegum vettvangi eins og kaffistofum og svona þessi menn hittast og tala frjálst. En þá þá kannski jákvætt að fá umræðina upp og yfirborðið. Það kann að vera. Þannig að takast á við hana. Já, en menn sögðu líka að Trump yrði aldrei forseti Bandaríkjanna og sjáum við hver við erum stödd með það. Það þetta litlir Trumpar sé að spretta upp út Já, ég heldur séu við að Trumparnir. Já, ég meina, eflaust eru einhverjir sem að hafa líka andúð á stjórnmálunum og sem þetta sama element og mjög margir bæði hægra megin og vinstra megin hafa verið að höfða inn á að bara andúðin á stjórnmálunum gerir það verkum að fólk segir, já, ég ætla bara að kjósa þennan bara vegna þess að hann eitthvað allt annað. En það kemur gríðarlega óvart
ef að Viðar Guðjónsson fengi meira en 2-3-4% í þessu prófkjöri. Segji mér, sko, þú þekkir nú vel til í Sjálfstæðisflokknum, við erum með 5 kandidata. Eyþór Arnalds kemur þarna, hann hefur verið í Árborg, hann hefur verið í viðskiptalífinu, með þekktur maður, tónlistarmaður, svo erum við varaborgarfulltrúi líka? Já, og svo erum við með 2 þarna sem eru að flytja fyrir, Áslaugu og Kjartan, og síðan Vilhjálmur Bjarnason. Hvernig þetta að fara? Ég held að þetta verði keppni milli Kjartans, Eyþórs og Áslaugar. Vilhjálmur Bjarnason kom mjög á óvart framboðið hans. Hann bara þekktur fyrir það að vera Garðbæingur og hann býr í Garðabæ og sagði ef hann vinnur þá ætlar hann að flytja. Já. Þannig að svoleiðis yfirlýsingar, ég held að það ekkert endilega upp á pallborðið. Þannig að þetta verður keppni milli þessara 3. Hvernig þetta fer nákvæmlega, ég veit það ekki. En ég skynja það samt sem áður að það mikil ósk breytingar. En ekki það... Það nú ekki traustvekjandi fyrir kannski borgarfulltrúana sem fyrir eru þegar kemur svona dauða leit að einhverju nýju og einhverju öðru. Þetta ekki gott veganesti fyrir borgarfulltrúana sem fyrir eru. Sérstaklega eins og umræðan búin að vera, finnst mér í kringu Sjálfstæðisflokki núna síðustu vikur og mánuði. Ég held að þetta geta orðið svolítið erfitt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að fóta sig í þessari kosningabaráttu. Já. Ég held að möguleikar Sjálfstæðisflokkins liggi svolítið í því ef þeir ætla að komast í, það að segja hafa einhver áhrif og komast í borgarstjórn, það að velja Áslaugu því hún virðist að vera með miklu hóvarari skoðanir og eitthvað sem passa miklu betur við félagshyggjuflokkana heldur bæði Eyþór og Kjartan sem þú talar Hún gæti þess að vera í Samfylkingunni. Hún gæti þess vegna, já. Hún tala fyrir. Ég myndi nú ekki segja það. Hún ekki mótið þéttingu byggða og talar ekki borgarlínu eins og það sé bara eitthvað bull. Nei, hún talar náttúrulega út frá hinum almenna íbúa. Hún nær, finnst mér, almennum íbúum Reykjavíkurborgar heldur en til dæmis menn eins og Eyþór Arnalds ef maður horfir á málflutningin. En ég myndi ekki segja hún væri kannski fulltrúi ætti að vera í Samfylkingunni fyrir þessa borgarstjórnarkosningar en vissulega þá slá hennar tónar nær þeirri hljómkviðu. En svo náttúrulega þetta nýjisvindir stjórnarandstaða Sjálfstæðisflokksins, menn Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega hefur ekki verið nema bara mjög lítið í meirihluta síðan 1994 og stjórnarandstaða Sjálfstæðisflokksins þykir hafa verið svona frekar veik, það erfitt að vera í stjórnarandstöðu í borgarmálum og allt það og Eyþór kemur alltaf inn og sumir myndu kannski segja að nýir vendir sópa best og ég meina hann landsþekktur maður En þeir hafa ekki góða málefnastöðu núna gagnvart til, það verður að segjast eins og að Degi hefur tekist mjög vel upp sem borgarstjóra og borgarstjórna meirihlutanum núna hefur tekist að fara í ákveðna sókn, það bullandi uppbygging í borginni, það verið að bjóða út lóðir, það verið að koma á þessari borgarlínu sem verið að færa samgöngurnar meira í áttan að almenningssamgöngum og nýta betur umferðan mannvirkin sem fyrir í borginni. Allar kannanir sýna það, fólki líður betur þar sem eru góðar, almenningssamgöngur, tiltölulega þéttbyggð, þannig að þau eru núna á góðu róli. En Dagur umdeild. Dagur, ég held að staðan sé mjög fínt því að við sjáum það að fólk óánægt með hvernig það gengur að komast leiða sinnar í borginni. Það stendur upp úr öðru hverju manni að umferðin algjört fíaskó og hvenær svo sem að maður tekur það tal upp að þá stendur upp mönnum af hverju ekki meira gert til þess að leyfa fólki að komast leiða sinnar. Og það virðist vera sem að stefna meirihlutan sé einmitt að þvinga fólk inn í almenningssamgöngurnar, ekki það að bjóða upp almenningssamgöngur sem valkort heldur þrengja nógu mikið umferðinni til þess að almenningssamgöngur verði bara eini valkosturinn. Málefnastaða Sjálfstæðisflokksins bara mjög fín því að við sjáum það að fólk hefur að borgin hefur vill ekki einu sinni kanna hvern ánægju íbúanna. Þeir fara út úr þjónustukönnuninni og ólíkt sem öll sveitarfélögin í kringum gera vegna þess að þeir skoruðu svo lágt. Fólk ekki ánægt með stöðunni í grunnskólanum. Þannig að og mér kom á óvart þegar ég flutti til Reykjavíkur fyrir tæpa ári síðan hvað það mikil óánægja og núna munum við sjá 10 framboð. Þetta ekkert gefið að þessi meirihluti haldi. Það þetta 10 framboð og það verið að fjölga borgarfulltrúum. Já, en það held ég að sé nú reyndar mjög þarft og gott skref. Borgarfulltrúar voru hér áður 23
og þeim var svo fækkað aftur þegar ég varð borgarfulltrúi 1990, þá var þeim fækkað aftur niður voru þeir aftur orðnir 15. Já. Þannig að og nú erum við orðin 100.000 manna borg og ég meina auðvitað þarf að fjölga borgarfulltrúanum. Þeir hafa fjöldi þeirra verður að haldast í hendur líka við þróun í borginni. En varðandi málefnastöðuna þá ég alls ekki sammála því sem hér kemur fram að það sé svo mikil óánægja meðal almennings með borgarmálefnin eins og þau standi. En af hverju þora þeir ekki að kanna það? Það gríðarlega óánægja. Ég held að lausnin til dæmis varðandi umferðarmálin sé einmitt vandinn þar það við höfum engar almenningssamgöngur eins og við þyrftum að hafa. Ég held þessi alveg rétt á Fríðunni, það gríðarlega óánægja með þessi samgöngumál og hvernig fólk tekst að komast til og frá vinnu á morgni og í eftirmiddaginn. Já, borgarstjórnum hlutan þá minnst okkur með tillögur. Já, þeir eru með tillögur, en það svona eitthvað mál sem einhver ás sem þetta mun kannski snúast þegar það verið að fara að skoða þetta með borgarlínuna, sem auðvitað frábært að vera með auknar bættar almenningssamgöngur, en ef að það eins og þeir sem eru að tala gegn henni núna að tala ef að það handan við hornið einhver svona samgöngubylting, talandi sjálfkeyrandi rafbíla eða eitthvað, og þetta fer að snúast upp í það að verða úrelt eftir nokkur ár, en þá þetta auðvitað mál sem það að taka allan á umræðunum og þetta fram að kosningu gæti svo umræða upp í hendurnar á þeirra sem En okkur ættum við að láta okkur í óskopunum ættum við að bíða með að grípa til þarfra aðgerða eftir einhverjum möguleika sem við höldum að sé kannski inn í framtíð. Við ætlum að ræða þetta eftir við Lilju Guðríði, ég ætla að ræða þetta eftir við Lilju Guðríði Karlsdóttur sem samgönguverkfræðingur borgarlínu, en það náttúrulega líklegt að það verði umferðarmálin, það líka skólamálin og svo sjálfsagt húsnæðismálin eftir þetta verði ekki svona megin og leikskólinn. Það verður það er enginn að fara að kjósa út af borgarlínu, það eiginlega bara hálf krútlegt hvernig sjálfstæðismenn að berja hausnum við stein að halda að það sé eitthvað að fara að kjósa þar. Það hefur stundum verið þannig eins og til dæmis með flugvöllin, menn hafa vaðið upp oft með flugvöllin sem kosningamál, en það verðist aldrei neitt hafa kosið út af flugvöllin. Það var ekki fylgjum til það er miskilningur að Framsóknarflokkurinn hafi sótt sitt fylgi til flugvalla. Hann sótti út af Moskvunni. Ég hugsa að húsnæðismálin verða ábyggilega líka þungaviktarmál núna, en núna það nefnilega að gerast sem hefur ekki verið að gerast í langan tíma, að það að losna lóðir og það gríðaleg uppbygging á húsnæði í Reykjavíkurborg. Þið sjáu það bara hversin litið bara í nágrenni þessa hús þar sem við sitjum núna. Það verið að byggja núna íbúðarhúsnæði sem var náttúrulega orðin mikil þörf á og það verið að bjóða út lóðir. Þetta skiptir gríðalegu máli. Var ekki meirihluti nýrra íbúða í fyrra sem að endaði í Airbnb? Já, nú verið að koma böndum á Airbnb starfsemina sem nú líka umdeilt mál. En 10 flokkar, ég held að það verði 10 flokkar. Já, ég get alveg trúið að það verða 8, 9. Við skulum segja að það verði 9. Björn Framtíð fer inn með mann. Þeir eru allir eftir að stilla upp. Og þú þarf svona 34% til þess að komast inn? En það bara íslensk stjórnmálsnotkun. Það alltaf meira framboð heldur en eftirspurn af stjórnmálfólki. En við erum sjálfsagt með Framsóknarflokkurinn, hann á eftir að finna sitt fólk. Þær fóru náttúrulega báðar. Já, það örugglega margir í biðröð. Miðflokkurinn, já, það var nú stundum var bara kallaði Óskar Bergsson hjá Framsóknarflokk og reyndar Guðna þarna tíma fyrir síðustu kosningu, Guðna Ágústsson. Svo erum við með miðflokkinn. Það náttúrulega þeirra langsterkasti maður í borgarmálinu væri bara formaður flokksins, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, sem veit allt skipulagsmál. Svo flokkur fólksins. Sósíalistaflokkurinn held ég að sé að hugsa sér til hreyfings í borginni. Og Viðreisn. Og svo náttúrulega Viðreisn, og þá spurning með Viðreisn, og þar talað til dæmis Pavel Bartósek og Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, en svo líka Björt Framtíð og hvort að og þar talað Björt Ólafsdóttur. Og svo spurning hvort að Viðreisn og Björt Framtíð myndu kannski leggja saman í púk. Já, þetta þá gríðarlega mikið eftir að koma í ljós og með hvaða málefni þessi flokkar fara fram og hvaða fólk. Þannig að þetta algjörlega óskrifað blað og þegar að loknum kosningum þá munum við sjá mjög marga flokka með kannski einn borgarfulltrúa, því að það engin þröskuldur að komast inn með 23 borgarfulltrúa 4% duga. Bara garanterað. Þannig að komast inn í borgarstjórn, það ekkert erfitt. Þannig að við munum sjá mögulega 8 til 10 flokka bara með mann inni. Og þá verður flokknara en eitthvað að setja saman meirihluta. Þetta verður mjög skemmtilegt. Já, multi-party system. En svo virðist nú samt eins og þessi borgarmál hilli ekkert ofboðslega mikið, menn það ekkert
engin stórkostleg biðröð af frábærlega frambærilegu fólki sem að koma Nú, það bara frábærlega frambærilegt fólk í borgarstjórn Reykjavíkur nú þegar, í mörgum flokkum, já. Þannig að ég veit ekki af hverju ætti að vera svona mikið, af hverju þessi dauð að leita einhverju öðru fólki. Sjálfstæðisflokknum hérna í gamla daga, þetta var alltaf sko bara þeirra fremstu menn löppuðu þarna inn og svo voru þeir bara borgarstjóri í smá tíma, þá voru þeir forsætisráðherrar. Það var eins og rosa fínt að vera í pólitík, það kannski minna núna. En við vorum nú viðtal við hana Kristínu Soffíu frá Samfylkingunni líka í vikunni og það til dæmis frábær fulltrúi sem ég vil meina sé bara með þeim betri þarna borgarfulltrúum, en hún til dæmis bara að hugsa að hætta sko. Og þetta ekki meira spennandi það. Launin eru lág, vinnutíminn langur og þú veist Sko einu sinni var það líka þannig að sko menn voru oft í þessi hlutastarfi. Það var sem sagt Já, ég meina borgarstjórnarfundir voru og eru tvisvar í mánuði og svo voru borgarráðsfundir vikulega og svo starfaður í nefndum, en þú gast alveg þú lifðir ekki af því að vera borgarfulltrúi, ekki á þeim tíma þegar ég var það. Það hefur nú reyndar lagast held ég sko. Þeir eru að minnsta kosti konur með vinnuaðstöðu borgarfulltrúarnir sem var ekki þá. En auðvitað þyrfti þetta að vera þannig að fólk gæti gefið sig eingöngu að því að sinna því að sko þetta eru flókin þetta kemur inn svo mörg málefnasvið, borgarmálin, það ekki bara skipulagsmál og samgöngumál, þetta náttúrulega líka öll félagslegu málin, grunnskólin, leikskólastigið, þetta náttúrulega allt sem snertir bara allt þitt nærumhverfi. Þetta mjög mikilvægt. Mjög mikilvægt, sko, þannig að auðvitað þarf að vanda, það er gott fólk að velja þarna. Og það var með breytt bak og þykkan skráp. En það gæti mitt verið sko frekar, og ég held að það var jáfnvel jákvæðara, að einmitt að gera þetta þannig að sko fólk gæti aftur verið í þessu í hlutastarfi og það væri ekki sko litið hornauga ef að einhver vinnandi einhvers staðar og líka í borgarstjórn, en núna það þannig að það ætlast til þess að fólk sé í þessu að fullu starfi. Launin hvað? Grunnlaunin eru 600-700.000 eitthvað svoleiðis, sem bara ekki laun sem að þú færð sko fólk sem komið eitthvað áfram í atvinnulífinu eða innan opinbera kerfisins. Fólk sem komið inn á opinbera kerfisins, það kannski meiri áttar launalækkun til þess að fara inn í borgarstjórn. Þannig að ég sammála fyrir þessum. Ég held að þetta ætti frekar að vera bara eins og eitthvað aukastarf. Það hvort alltaf verið að skipa einhverja nefndir og ráð. Ef fólk í fullu starfi, þá ætti ég náttúrulega að sleppa þessum nefndum og ráðum. Þá allavega það átti að skera það niður. Við skulum fara aðeins annað. Það nú eitthvað Garðbæingar og það nú eiginlega að ræða stjórnmálinn í Garðabæ því að þau Endilega, það gott að Gunnar Einarsson, það var alltaf fyndið að Sjálfstæðismenn Reykjavík voru að segja að Gunnar Einarsson var að leiðinni í borgarstjórastólinn þar og maður hugsaði, af hverju ætti Gunnar Einarsson að lækka helmingi launum til að taka við Reykjavík sem segir ýmislegt hvernig Garðbæingar reka reksturinn Sjálfstæðismennirnir í Garðabæ. Já, Gunnar að gera frábæra hluti. Þú ert fluttur úr Garðabæ. Já, ég hugsaði bara sem svo að það væri nóg af sjálfstæðismönnum í Garðabæ og það vantaði einhverju hérna í Reykjavík. En svo hafa verið þessi uppákomi í Vestmannaeyjum. Þú hefur verið að fylgjast með því. Já, það náttúrulega með skrautlegri sem maður hefur séð það. Menn ákveði það allt í einu að fara í prófkjör og komist að þeirri leið og maður hugsaði að þetta mjög jákvætt líka bara fyrir elliða sem búin að sitja þarna í áratug sem bæjarstjóri að sækja umboð sitt til fólksins í bænum. Það eru 2000 manns held í Sjálfstæðisflokknum í Vestmannaeyjum. En hann kemst að þeirri niðurstöðu og hans stuðningsfólk að fara í uppstillingu. Það búið ákveðið að prófkjör eins og Já, og síðan því bara allt í einu snúið. Þetta svona enn eitt atriði sem svolítið mikið með Nei, það var samþykkt að fara eins og kallar röðun. Já, nú var samþykkt að fara röðun. Já, þannig að það kýs eitthvað fulltrúaráð kemur saman og kýs hvert sæti. Þú lækkar atkvæðafjöldan 2000 atkvæðum í 65 með röðun. Það eru 65 aðilar sem fá að kjósa. Þetta er ótrúlegt atriði fyrir flokk eins og Sjálfstæðisflokkinn sem talar alltaf að hann sé frjálslyndur lýðræðisflokkur að bjóða upp á þessu. Eru þetta svoleiðis vinnubrögð? Myndið þú segja að við leyfum ekki 2000 manns að kjósa heldur 65, þetta ein sönnur þess að við séum frjálslyndur og lýðræðislegu flokkur. Ég alltaf talsmaður prófkjörs, ég bara þekki ekki inntryggjuna þarna, hvað að gerast og af hverju. Það óánægja með elliða, menn vilja fara að skipta út og breyta til og það getur vel verið að óánægja sé líka. Hann fekk rosalega mælingu fyrir 4 ára síðan, 75%, og hann færi bara mælingu. Og þá uppskeraði bara eins og þeir sá til núna í vor. En óánægja með þetta? Ég held að sé óánægja. Ég segi það, kemur mótframboð og ég held að við séum að fara að sjá eitthvað sögulegt í Vestmannaeyjum. Meirihlutinn fellur og það bara út af svona mínum vilja freki einhverju, þar sem menn eru ekki að hugsa hagsmuni heildarinnar.
Ég get ekki séð þetta sín eitt annað. Ef þetta nema þetta séu vinnubrögð frjálslynds og lýðræðislegs flokks. Förum aðeins út í annað. Það er komið fram frumvarp á Alþingi. Andrés Ingi Jónsson er fyrsti flutningsmaður, en það eru 15 uppáskrifendur og úr öllum flokkum að lækka kosningaaldur í 16 ár fyrir þessar kosningar. Mér finnst þetta algjörlega frálegt, ef ég sé alveg eins og og nú tala ég bara sem skólamanneskja. Já, þú ert reynda móðir margra barna. Móðir 5 barna, amma 6 barna og fyrirverandi skólameistari og kennari, sko. Mér finnst þetta alveg frálegt. Ég er algjörlega sammála Brynjari Níelssyni, vinnu mínum, núna. Sko, við erum að börn eru skilgreind fram að 18 ára aldri núna og fyrir því liggja mörg fagleg og þroska sálfræðileg rök að miða við 18 ára aldurinn og ef við förum að lækka kosningaaldurinn niður í 16 ár þá erum við bara farin að nýta okkur börn í alls konar bolabrögðum sem að tíðkast í kosningaáróðri og þess áttar. Börn eiga að fá tíma til að þroskast, verða 18 ára gömul og það er miklu nær að fara að miða fleira við þennan 18 ára aldur eins og bílprófið og fleira, áfengiskaupa aldurinn þess vegna, en ekki vera með þessa sundurlausu ómarkvissu skilgreiningu á fólki, að kynferðislegur sjálfræðisaldur sé þetta, áfengiskaupa aldur sé þetta, bílprófsaldur þetta og svo eru allir börn þangað til þeir eru 18 ára. Já, skatta, svo er þarna bara réttindi, hvað eru skyldur eiga að fylgja þessum tiltekna aldri og þau eiga að nýta unglingsárin að undirbúa sig fyrir það að verða sjálfráða og fullorðin 18 ára gömul. Ég held að það sé miklu einfaldara máli í uppeldi og öllu. Það er kannski veltið fyrir hvort það sé ekki allt í lagi að leyfa börnunum að vera í friði fyrir pólitík þangað fyrir 16 ára, ég veit ekki, þið eru allir vinnið á útvarpsstöð sem er svona yngri en þetta sem ég er að gera hérna. Ég held að það sé alveg ótt að segja að lang flestir 16 ára unglingar hafa engan áhuga á stjórnmálum, svona langstærsti hluti þeirra, en þeir eru auðvitað til sem að Máni var byrjaðar að hafa brennandi áhuga þess að þegar hann 15 ára var alveg óþólandi bara strax í kennaraskóla, en þetta eru svona útjaðarar sem eru þannig en ég samt sem áður, mér fannst það jákvætt að heyra þetta fyrst, bara ef það gæti vakið áhuga en jú, það eru sjónarmið, við förum að misnota börnin og beina að þeim einhverjum áróðri sem á ekki heima í skólanum. Þurfum að gefa þeim bjór þegar þau eru 16 ára á fundum, í stað fyrir 18 ára. Það var nú gert ekki annað dag líka. Mér finnst það langstærsta spurningin, hvernig á það síðan að samtal, hið pólitíska samtal að eiga sér stað við þennan hóp, 16 til 18 ára, þú þarft leyfi foreldra. Þú þarft leyfi foreldra til þess að eiga það samtal. Og mér finnst hugmyndin mjög áhugaverð og það er margt í henni sem er mjög gott. En mér finnst þessi punktur þarna bara eiginlega algjörlega óyfirstiganlegur vegna þess að við skilgreinum þetta fólk, eða þessa krakka, börn, og samkvæmt lögum og það samtal, hvernig á það eiga sér stað? Ég skil það ekki. En ég er náttúrulega bara með þetta kall þannig að Ég held að þessi tillaga sé bara ekki hugsuð til enda. Það kann vel að vera, en það er engin raunveruleg umhyggja fyrir börnum, 16 ára börnum, að bera fram svona tillögu. Því að, meðan við erum með þessa þroskaskilgreiningu og miða hana við 18 ár, þá er það í raun og veru bara ákveðin misnotkun eða svona óvirðing við barnið, bernskuna og unglingsárin að ætla að fara svo að tróða 16 ára gömlu börnum inn í eitthvað annað hlutverk heldur við höfum svo skilgreint handaði. Já, hvað segir þú, Máni? Sjálfsögðu að fyrst mér sem hugmynd allt í lagi, sérstaklega kannski það kemur að nærumhverfinu, þetta eru sveitarstjórnarkosningu 16 og annað, en það er hins vegar stærð, það verður alls konar svona kjánaleg mál sem eftir að koma upp að menn eru mjög duglegir að lofa alls konar skrýtnum hlutum fyrir kosningar og það verður mjög fyndið og skemmtilegt og fróðlegt að fylgjast með hverju menn fara að lofa alveg niður í 16 ára aldur. Koma mörg þúsund. Það verður að koma alls konar furðulega hlutir. Þannig að ég hef ekki alveg myndað með skoðun á þessu. Margt, jákvæmt sem ég sé þetta, margt sem ég finnst svona einmitt súrrealist. Þetta var að lofa ísbirni í Húsdýragarðinn, til dæmis? Já, til dæmis það. Við skulum fara út í dálítið alvarlegri sálma, við tölum þetta kannski dálítið léttúð, en það er MeToo-hreyfingin og það sem gerist núna er það að nú er það er búið að fara í gegnum ýmsa staði í samfélaginu og nú er það íþróttafélögin. Og svo til að þið hafi báðir starfað í íþróttafélögum og þú hefur verið þjálfari á kvennaliðum
og þú hefur verið í Val, í stjórn Vals, það ekki? Jú. Hvernig horfir þetta við ykkur, þessar uppljóstranir sem koma úr íþróttafélögum? Þetta bara hræðilegt að lesa þetta. Það það. Og maður náttúrulega bara horfir og hugur ekki hvernig og annað. Og ég veit ekki hvernig, maður var að skilgreina MeToo-byltingur. Þá les ég þetta þannig að ég sé karlmaður. Ég á náttúrulega bara lesa, þegja, hlusta, skilja og byrja að haga mér betur. Það ekki bara skilaboð til allra karlmanna í þessari MeToo-byltingu? Já. Þannig að mér finnst einhvern veginn svona oft erfitt einhvern veginn, maður veit ekki alveg hvað maður segja, hvað hlutverki við að vera, hvað hlutverki við að gegna. Þetta þarf að laga íþróttarhreyfingunni og þeir karlmenn sem sitja þar í stjórnum annan, þeir hljóta náttúrulega að taka það til sín. En skilaboðinu það sem er verið að skrifa, þetta bara, segi ég, það er einfalt. Við eigum að breyta einhverju. Mér finnst einmitt, það sem að þarf líka bara, ekki bara, út frá þessari MeToo-byltingu, ég held ég, og þegar ég er að hugsa íþróttarhreyfinguna, að þá þarf líka bara að verða einhver þáttaskil varðandi þangagang fólks þar inni. Við erum búin að sjá stráka stíga fram eins og Ingólfur Sigurðsson og tala geðheilbrigði og kvíða og svo framvegis og vegna þess að stemmingin þarna inni. Og það það sem að kemur líka í þessum lýsingum, í MeToo-lýsingum, þú ert bara að harka af þér, þú ert að taka allt á kassan einhvern veginn, sama hvaða hegðun það er. Hversu óæskileg sem hún það bara, þú ert góður liðsmaður ef þú bara kvartar ekki. Já. Og það það sem verður að breytast og líka þegar kemur að hvernig stjórnarmenn og starfsmenn og þjálfarar hugsa einmitt þessa íþróttamenn sem þetta stærstum hluta til mjög ungt fólk sem í umsjón þessa félagskapar og það sem verður að breytast ekki bara umræðan MeToo heldur líka bara fá fram umræðu bara hver nálgunin út frá bara andlegu heilbrigði því að þetta bara eins og fólk sé í akkorði stemmingin þú ert bara hegðaðir eins og sé að hafa verið í akkorði í síld 1967 þú veist bara þeim meira sem þú vinnur og þeim minna sem þú sefur og þeim meira sem þú getur þjösnast á sjálfum þér þeim betri ertu stíl í gegnum meiðsli og þú veist og svo framvegis þetta alveg rugl. Það mjög gott að heyra ykkur tala núna mér þykir mjög vænt að heyra hvernig þið lítið á þetta en það annað sem mér langar líka til að hnykkja á í sambandi við þetta og það það að vandinn sem við eiga menningabundinn og hann auðvitað ekki einskorðast auðvitað ekki við íþróttarhreyfinguna þó hún sé auðvitað af augljósum ástæðum svolítið ýktdæmi og hann einskorðast ekki við fjölmiðlana eða leiklistarlífið þó það hefði myndi áætla það kannski svolítið af umræðinni. Þetta teygir sig inn í alla kima samfélagsins og nú heyrir maður að ráðherrar að setja saman starfshópa og vilja fara að gera eitthvað og það mjög gott en það verða allir vinnustaðir landsins og öll félagasamtök núna að líta í eigin barm og byrja strax í samstarfi við sitt eigið fólk að móta sér stefnu og áætlanir viðbrögð við kynbundnu ofbeldi og mismunun. Því að þetta menningarbundið fyrirbæri og þetta birtist ekki bara í kynferðislegri áreitni, þetta birtist líka í vinnustaðahúmor, niðurbrjótandi, þið vitið, húmor, gagnvart öðru kyninu, gagnvart minnihlutahópum og svo framvegis. Og þannig að þetta svo, við erum svo samdauna víða ástandinu að það sem þarf að brjóta upp. Og það gerist ekki nema með þessu viðhorfi sem ég fannst koma fram hjá ykkur. Það hefur verið mjög afhjúpandi þegar maður fylgjast með öllum þessum MeToo póstum að maður hugsa til þess að það þekkja allir eitthvað svona drullusokk sem hefur vaðið upp í gegnum tíðin alltaf og káandi og öllu og það þekkja allir allan einn, skilur. En það hefur aldrei verið neitt gert í því, En það sem jákvæðast við þetta kannski að núna, þetta svona valdeflandi fyrir konurnar, að þær sjá það að þær þurfa ekki að sitja einar með þetta og geta stigið fram og það sérstaklega eins og í þessari íþróttaumræðu þar sem að valda hlutföllin virkilega þannig að maður lesum ungar stelpur sem að þor ekki að segja neitt af því að þær elska að spila íþróttina og þær get ekki farið neitt annað ef þær myndi fara að tala gegn þjálfaranum og þá fá þær ekki að spila og svo framvegis. En þetta jákvæða sem við vonandi tökum úr þessu að þetta valdeflir þær konur sem hafa ekki þorað að stíga fram hingað til og svo þurfum við hinir kallarnir að átta okkur á því að þessi eini sem við þekkjum og við höfum aldrei gert neitt í
að það allt í lagi að fara kannski að sussa hans á hann, sko. Já, brotið nefnilega felst líka í meðvirkninu og með sektinni, sko, að gera ekki neitt. Já. En svo líka þetta að, sko, allstar þar sem skapast aðstæður til þess að menn geti misbeitt valdi, þar eru yfirgnæfandi líkur á að þeir geri það. Jú, það nú stundum. Og þess vegna þarf að tryggja aðstæðurnar, það þarf að breyta aðstæðunum og húmor, vinnustaðamórall og andrúmsloft eru hluti af þessum aðstæðum. Þess vegna verður hver einasta manneskja í raun og veru að taka þetta til sín. Og kannski þetta vitundavakning sem að núna mun virka, sko. Það einn hópur samt sem ég, sko, aðeins að pivota hérna, sko, það einn hópur sem ég býð eftir sem stendur mig svolítið nærri og það eru, sko, konur erlendum hérna. Já, erlendum uppruna. Já, þegar það kemur fram, það verður eitthvað. Já, það verður eitthvað. Þú ert giftur erlendri konu. Já. Á vinnustöðum til dæmis, já. Og það náttúrulega, sko, ef við erum að tala valdeflingu, þá það náttúrulega sennilega sá hópur sem síst valdeldur á Íslandi. Já, og ég vona að það stigi fram, sko. Ég vona að það komi fram, því að það verður að koma fram, sko. Já. Því að konur af erlendum uppruna eru líka verulegu leyti í þjónustu hlutverkum, sko, víða á opinberum stofnunum og annað, þannig að þar alveg, sko, því miður kjöraðstæður fyrir svona misbeitingu. Nákvæmlega. Ég ætla að nefna bara hérna í lokin Donald Trump. Hérna, við höfum 2 mínútur og 46 sekúndur til að tala Donald Trump. Eru þið búin að kíkja þessu bók eftir Michael Wolff? Já. Þetta er rosalegt. Þú ert menntaður í Bandaríkjunum. Já, ég meina, ég bjóð þarna lengi, sko, og konu mín er einmitt bandari, sko. Þetta er, sko, það er eiginlega ekki bara hægt að einhvern veginn fara yfir það á 2 mínútum og 22 sekúndum, bara hvað þetta er mikið rugl og hvað þetta er hrikalegt ástand. Og mér finnst, sko, þó að, sko, Ófra hafi verið með frábæra ræðu, þá finnst mér það, sko, sú hugmynd vera eiginlega svona, sko, einhvern veginn bæta kráan á sarta mörguleiti, að við séum bara fara með, sko, forsetaembættið út í eitthvað celebrity dæmi. Það sem að verður bara, ef þú ert nóga frægur, að þá færðu kosningu. Nóga frægur og átt nóga mikla peninga. Já, ég vona að það komi fram bara núna, miklu frekar einhverjir traustir, áhugaverðir frambjóðendur frá demókratamegin og vonandi kemur einhver repúblikanamegin sem að fer í Trump og ögrar honum og mögulega fellir hann, sko. En því að stuðningurinn sem hann er sögulega lágur. Já, en efnahagurinn gengur vel í Bandaríkjunum. Það er náttúrulega það er mjög minna atvinnuleysi en áður. Náttúrulega hlutabréfamarkaðurinn hæst á hæðum og það reyndar, erum við svo með frekar gott efnahagsástand í heiminum núna. Það er kannski, ekki bara Bandaríkjunum. Já, og ef efnahagurinn gengur áfram svona vel, þá er bara það getur bara vel verið að hann verið endurkjörinn. Og það er alveg sama þó að það kom upp skandalar í hverju einustu viku, eins og búið að vera að gera þessu árinu sem var að líða, að hann einhvern veginn stendur það alltaf af sér. En svo náttúrulega sumir sem segja, sko, já, hann 100% óhæfur, það veit allir í Hvíta-húsinu, hann 100% óhæfur, hann líklega, hann hugsanlega komið með elliglöp og svo framvegis og svo framvegis. Þetta einhvern veginn, þetta svo... En hann höfðar inn í, sko, myrkustu kima bandarísks samfélags til hópana sem aldrei hefur verið talað við og aldrei hefur verið tekið mark á. Fátæklingana, ómenntaða fólksins, sko, og það ákveðin hópur í Bandaríkjunum sem hann full, þó hann sé í raun og verið ríkur, ofdekraður, spilltur og haldinn maður, þá höfðar hann til andstæðu sinnar, sko, í þjóðfélagshópanum sem eru andstæðan. Þó hann drulli yfir þá hópa. Þó að hann, með munnsöfniði, framkomu og heimsku, sko, þetta heimskur maður með hönd á takka, þetta hrikalegt að hugsa til þess og sjáu hvað, sko, virðing Bandaríkjana hefur bara sett niður, forsetaembættis Bandaríkjana eftir þessi maður tók við. Þetta skuggalegt, en það bara massi af fólki þarna úti sem lítur á hann sem sinn fulltrúa, því miður. Já, og líka óánægjan með hið pólitíska kerfi í Bandaríkjunum svo gegnum sýrð að bara það að einhver kom fram, og það er allir forsetar sem hafa unnið kosningar síðan Carter, nema Bush eldri, hafa talað að þeir ætla að breyta pólitíkinni, breyta eru svona outsiders sem þau kalla og ætla að breyta pólitíkinni og því og breyta Washington. Og það hefur ekki gerst. Það hefur ekki gerst og hefur ekki enda. Hefur gaman að hafa ykkur hérna, Frosti, Ólína, Friðjón, Máni.
ég held ég við gleymt að kynna þau upp ef við þáttar, þetta er nú ekki mjög faglegt á nýja ári en það er Lilja Guðríður Karlsdóttir sem kemur hér á eftir að tala borgarlínu, samgönguverkfræðingur og svo ætlum við að tala aðeins Brexit við Árna Pál Árnason, taka stöðuna á Brexit sem er nú eldfimt mál hér í Evrópu. Já, hingað er komin Lilja Guðríður Karlsdóttir. Við ætlum að tala borgarlínuna sem við nefndum reyndar áðan. Er farin að vera dálítið umdeilt mál. Lilja er samgönguverkfræðingur, hún er með fyrirtæki sem heitir Viaplan og er með ráðgjöf og hún kemur að þessari borgarlínu, hönnun þessara borgarlínu og skipulagi hennar, það er rétt að taka það fram. En sko, nú er þessi borgarlína farin að verða dálítið umdeild en ég held samt að sko, svona grunnur á umræðinni sé dálítið veikur að fólk kannski gerir sér ekki alveg grein fyrir því beinlínis hvað borgarlína er. Nei, það gæti verið kannski þetta hafi ekki verið kynnt nógu mikið fyrir fólki en það er svolítið mín tilfinning líka að þegar maður er að útskýra hvað þetta er að þá er eiginlega allir sammála, allir þeir sem ég tala við, kannski er það bara það að þeir þori ekki að vera á öndveru meiði við mig en eins og sé ég vil kannski taka fram að ég er ráðgjafinn við þetta, ég hef unnið við verið í vinnunni við þetta og við svæðisskipulagið sem er verkefni sem er grunnurinn fyrir þetta verkefni og þessi verkefni hanga alveg saman. Já. En við skulum bara reyna að fara í gegnum þetta hér og vonandi að skýra þetta út fyrir En sko, hvernig er þessi borgarlína hugsuð? Þetta eru samgönguásar alveg jafn mikið og sem sagt og við erum ekki að tala lestarkerfi eða eitthvað svo. Nei, það er sem sagt, þetta er skipulagsverkefni og samgönguverkefni. Þetta er ekki bara það að hlamma niður einhverju nýrri tækni og skipulagsvinkillinn er í rauninni stærri hlutin af þessu eins og staðan er í dag. Og þetta sneri semst það að reyna að finna þá samgönguása á höfuðborgarsvæðinu þar sem er mesta fólki og þar sem er möguleiki á að þétta byggð upp við stöðvar og reyna að búa til fleiri svæði á höfuðborgarsvæðinu sem að bjóða fólki upp á að búa með bara einn bíl eða þá að vera bíllaust ef það kýs það. Hugmyndin er svo að byggðin þéttist í kringum þessa ása og þá í kringum stöðvarnar eða hvað? Já, það er sem sagt, við höfum kannski verið í svolítið svona ómarkvissri þéttingu undanfarin ár, verið að þétta kannski langt upp í úthverfum og annað slíkt sem að skapar í rauninni bara ennþá meiri umferð en hugmyndin með að þétta byggð er að þétta einmitt nálægt þessum stöðum þar sem þú getur boðið fólki upp á að byggja þjónustu sem þú þarft að sækja og það eigir stutt í þá almenni samgöngustöð og vera með góða innviði fyrir hjólandi og gangandi til þess að reyna að ekki bara bjóða upp á það að vera keyra minna heldur líka að fækka ferðunum í rauninni því að þú getur nálgast að alla þjónustuna farið í búðina, farið í apótekið alltaf bara innan kannski 400-500 metra radíus. Það er hugmyndafræðin. Við þekkjum alltaf það allir með erlendis sem eru lestastöðvar, strætistöðvar að það eru oft svona eins og lítil þjónustu hverfi í kringum þetta er svo, myndir ekki ímynda þessu svo lítil þorp bara, maður er að reyna að búa svona lítil þorp við stöðvarnar. Það náttúrulega verður ekki við allar stöðvar en við svona stærri stöðvarnar verði það. Það er grunnhugsun á bak við þetta til þess að reyna að ýta undir þessar breyttar ferðavenjur hjá fólki sem er lykillinn að því að gera það svolítið þolanlegra fyrir okkur í framtíðin að vera á höfuðborgarsvæðinu. En sko ég lét gera smá kort sem við skulum sjá og það sýnir sko hvar hugmyndin er að borgarlínan liggi. Já. Þetta eru sem sagt þeir samgönguásar sem við erum búin að vera að fara í gegnum sem er inn á kortinu og þetta er hugmyndin framtíðarkerfi upp á 58 km. Þetta er í rauninni, línurnar eru það sem maður myndi kalla sérrýmið, sérrýmið fyrir kerfið. Það var bæði verið að skoða léttlest og það sem kallar hraðvagnakerfi sem er ekki sérstaklega gott íslenskt orð. Á ensku heitir það Bus Rapid Transit, þar sem hraðin gengur út á tíðnina, að tíðnin sé hröð, sko. Þetta er ekki kerfi sem að keyra hratt, þetta er ekki kerfi sem er á 150 km hraða. Og ég held að það sé kannski mikill misskilningur að fólk er hrætt. Það sér fyrir sér eitthvað svona rosa hraðlest sem að þýtur fram hjá húsinu hjá þeim, en það er ekki, þetta er Við sjáum að þetta er nær upp í Mosfellsbæ og út á vellina í Hafnarfirði og upp að Elliðavatni, upp í Árbæ og upp í Breiðholt. Þetta er það sem kom best út. Við byrjuðum á að skoða 16 línur
Og það var verkefnið sem er verið að skila núna af sér. Það var að reyna að vinsa út línurnar sem voru ekki að sýna jafn góðar tölur og hinnar. Að reyna að fá línurnar sem að við treystum á að þarna umferðarmagn eða ferðafjöldi sem getur stutt við kerfi eins og þetta. En það náttúrulega það sem fólk þekkir það strætó strætó er ekkert óbúslega vinsæll þannig séð að það er lítil tíðni ferða og fólk að norpa úti í biðskýlum í langan tíma bið til strætó og það kannski, þú veist, og það náttúrulega eitthvað sem mamma bara margir get ekki hugsað sér. Já, og það einmitt það sem hugmyndin með þetta. Þetta að lyfta þessu upp í kerfi sem er í rauninni gefur þeim sem nota kerfið tilfinningun á að það sé virðing borin fyrir þeirra ferðamáta. Að þetta sé, þú kemur út á stöð og það upphituð skýli og annað slíkt allavega á stærri stöðunum og það er ekki í boði í svona kerfi að vera með eitthvað staur bara sem þú stendur við og meitt norpar út í marga mínútur. En tíðnin á þessu á að vera svona í kringu 7 mínútur, 5 til 7 mínútur vonandi að það náist. Þannig að þú átt aldrei að þurfa að bíða lengi, jafnvel þó þú þurfir að skipta að þá þarf að bíða í stuttan tíma og þá hefur góðan stað til að standa og bíða á aftur vagninum. Og svo líka hugmyndin eins og lestarkerfi, að þetta þú ert á palli, þú borgar áður og þú ferð inn í vagnana. Þetta eru vagnar þar sem þú getur farið í plani inn í vagnana, þannig að fólk í hjólastólum og með barnavagnana slíkt á mikið auðveldara að komast inn. Og við höfum kallað þetta lestarkerfi á gúmmíhjólum. Það ástæðan fyrir að léttlestarkerfið var ekki valin að sveitarfélögin hafa ákveðið að fara í hraðvagnakerfið og það er rosalega kostnaðarmunur á því að leggja teina eða ekki. En við ráðleggjum enga síður að hanna kerfið þannig að það sé hægt að skipta því út í framtíðin eftir einhver áratugi fyrir þá teinakerfi ef þess gerist þörf. Því teinakerfið ber mikið meira fólki, það er mikið afkasta meira heldur en hitt kerfið. En svo talaðum kostnaðinn að þessu, það var til dæmis Frosti Sigurjónsson sem hefur verið að skrifa þetta, hann skrifaði daginn að kostnaðurinn er 1 til 2 milljónir á fjölskyldu á höfuðborgarsvæðinu. Já. Og það er spurning, ég meina, fer þetta ekki að kosta okkur alltaf mikla peninga? Þetta náttúrulega, það tala þetta kosti 70 milljarðar þessi 58 kílómetrar til ársins 2040, en þetta kerfi verður aldrei byggt upp í einni heild, þetta verður byggt upp í áföngum. Og ég myndi giska á fyrsta áfangi yrði kannski 30 kílómetrar, þá erum við að tala 30 milljarða. Og það sirka 350.000 á heimili í svona einskiptisgreiðslu. Svo deilið þín á framkvæmdatíman, þá ertu komin niður í 81.000 á ári per heimili á höfuðborgarsvæðinu. Þetta ekki per heimili á landinu. Ef við ætlum að nota sömu rökkusamdafærslu fyrir allar samgönguframkvæmdir, þá getum við talað Bolungarvíkurgöng, hvernig deilist það niður og íbúa Bolungarvíkur. Þetta eru samgöngukerfi sem nýtast okkur öllum. Já. Og þess vegna þetta mjög einföldu leið að tala á þennan hátt. Og svo gleymist náttúrulega að taka inn í að það eru tekjur, þetta er tekjumyndandi kerfi. En svo náttúrulega það kostar náttúrulega að byggja umferðarmann, bílamannvirki. En önnur spurningin náttúrulega Íslendingar eru bara bílaþjóð og bílaumferð hefur verið að aukast aftur. Hún dróst saman í kringum nú og aukast í bara nokkuð í hröðum skrefum og það bætast svo við ferðamennir og allt það. Ég meina, verður eitthvað við það ráðið bara hvað Íslendingar vilja og eigum ekki fyrir að fara út í bara að búa til breiðari vegi og koma bílaumferðinni greiðlegar áfram? Við erum þetta það sem var skoðað í svæðisskipulagi. Við erum með bílaborg og það verið búin skipuleggja allt fyrir bílana og þess vegna langmest af bílum hérna. En þetta var skoðað í svæðisskipulagsvinnunni. Ef við ætlum að láta þróast bara áfram á þennan hátt eins og við gert sem bara bílaborg, þá það mikið kostnaður sem var fyrir okkur, samfélagslega og bara beinhörðum peningum, heldur en að reyna að breyta ferðavinnum. Það er enginn að segja að vera auðvelt að breyta ferðavinnum. Þetta er átak. En hitt bara svo mikið dýrar. Og svo líka maður tekur inn í það að allir þessi samningar sem að ríkið og annað að skrifa undir loftslagssamningar, umhverfissamningar og það sem sveitarfélög auglýsa sig með heilsueflandi samfélög og samfélagslega ábyrgð og annað slíkt. Borgarlínuleiðin og breyttu ferðina, það tikkar í öll þau box. Það að halda áfram í bílapakkanum tikkar ekki í þau box. Það í raun andstætt í. Þannig að maður getur kannski sem fagmaður þegar maður horfir á allar þessar fínu stefnur og svo þegar loksins kemur verkefni sem maður passar inn í þetta að fólk fari svo að vera á móti því, þá maður þetta ekki aðeins örlítil hræsni. En þú segir að bílaleiðin verði dýrari? Já,
Hvernig þá? Að því þú þarft að byggja mikið fleiri og dýrari mannverki og þú fær samt meiri tafir. Því að þú nærið ekki að hafa við að byggja nógu mikið. Það ekki hægt að byggja sig út úr umferðartöfum. Það eru öll löndin kringum okkur búin að reyna það síðustu áratugi. Þú getur hamast eins og hamstur á hjóli að byggja óbáslega dýrmannverki, en þú eykur umferðina og þú nærið ekki að halda í við þetta og tafirnar halda áfram. Og það það sem að fólk oft erfitt með að skilja að bílaleiðin skilar okkur meiri töfum heldur en hinn leiðin. En það sko, svo heyrir maður þessi mótor þessi bara, nú bara þröngva fólki inn í almenningsvagnana. Það einmitt umræðan á villigötum, sko. Við erum aldrei að tala það að bílum eftir að fækka. Það alltaf aukning í bílum. Þetta spurning það að reyna að minnka aukninguna í bílum. Að framtíðar aukningin fari meira fram í almenningssamgöngum og fyrir gangandi og hjólandi heldur hún hefur gert hingað til. Þannig að við erum að tala að í dag 850.000 ferðir á höfuðborgarsvæðinu, að í borgarlínu leiðinu aukist það í bílferðir, aukist það í 990.000, tæplega milljón ferðir. En ef við förum hina leiðin þá erum við að tala 1,2 milljónir bílferða. Það rosalega munur á milli að vera í tæpri milljón og 1,2 ef þið bara hugsið umferðaræðirnar á mótnana og seinni. Og þetta miðað við þá fólksfjölgunina sem áætluð á höfuðborgarsvæðinu. Og það líka í öllu þessu, þó svo að þetta borgarlínuverkefni miðað náttúrulega því að setja meiri pening í almenningssamgöngur, þá samt verið að gera ráð fyrir milljörðum í vegaframkvæmdir til ársins 2040. En sko, svo önnur mót bara, og hún dálítið sterk, að við séum bara að fara að upplifa sko samgöngubyltingu og með sjálfkeyrandi bílum og þá verði þetta fyrirbæri borgarlína úrelt. Já. Hvað segirðu við því? Það stenst náttúrulega bara ekki í skoðun því að þetta rúmfræði mál sem við erum að díla við á höfuðborgarsvæðinu. Þetta plássleysi og þó svo að bílarnir verið sjálfakandi þá taka þeir ennþá mikið pláss. Nema við förum öll að skella okkur saman í alla bílana. En það ekkert svakalega mikla líkur á það gerist allan ekki í náinni framtíð því þó svo að bílaframleiðendur vilja náttúrulega láta okkur trúa því að þetta sé bara alveg að gerast. Það eru rosalega margir samfélagslega þættir sem þarf að losa og lagfæra og breyta til þess að þetta geti orðið að veruleika. Og það bara ekkert mikið búið að vinna í þeim hluta. Þó svo tæknin sé komin. Við tæknin til þess að vera sjálfkeyrandi, hún verður komin ábyggilega eftir ekkert svo mörg ár. En það samfélagið sé tilbúið að taka við þessu. Það aftur á móti annar handleggur. Þú meinar þá? Til dæmis bara ein rannsókn sem var kynnt í Science Magazine var það sem var bara fólk spurt í dag, væru tilbúin að kaupa þér sjálfakandi bíl. Það ennþá næri 50% sem segja nei. Bara það, hvað ertu tilbúin að fara með sjálfakandi sjúkrabíl? Það ennþá 20% sem að... Svo náttúrulega spurningi hvernig við deilum sjálfakandi bílunum. Erum við að fara að keyra með... Já, það náttúrulega lykilatriði. Og það má ekki glemma, þetta vinnur saman og það ótrúlega rangt að stilla þessu upp á móti hvort öðru því að sjálfakandi tæknin, hún kemur líka í almenningssamgöngunar og það margt sem þess að hún sé komin lengra á veg fyrir almenningssamgöngunar heldur en fyrir einkabílana. Því almenningssamgöngunar að keyra á ákveðinni leið og ef þessi sérrými eru komin þá mikið einfaldar að hrinda sjálfkeyrandi tækninni af stað þar heldur en í einkabíla umferðinu þar sem þarf að reyna að taka tillit til alls konar faktora og þrengsla og annað slíkt. Þannig að þetta sko og það verður pottþétt í framtíðina að taka sjálfakandi bíl frá þinni hurð og í þá hurð sem þú ert að fara. En við erum bara með það í dag líka. Við erum með, það leigubílakerfi. Það bara dýrara heldur en almenningssamgöngukerfi og þú þarft alltaf líka að hafa almenningssamgöngukerfi. Og þú meina að sjálfakandi bílarnir kunna náttúrulega vera dýrir, já, líka? Já, þú verður alltaf með, segjum að við séum bara með allt sjálfakandi. Þá alltaf dýrara að fá sjálfakandi bíl frá hurð í hurð heldur en sjálfakandi almenningssamgöngukerfi sem að satsar á fleira fólk. Og við getum bara svo sem ef við reynum að samsamita við eitthvað, við getum ímyndað okkur bara skipaumferð. Það sjá það allir að þú samskip og eimskip með risastór skip fyrir að ferja hundruður gáma. Þeir myndi aldrei fara að skella einum gám í lítinn bát. Ég las eina mótbáru sem sagði að sjálfakandi bílar væri nú svona fyrst og fremst líklega bara svona alla framanna fyrir fólk sem hefur stéttastöðu innan smars sem svona úr efri miðstétt. Það líka það sem fólk þarf að passa sig á, sérstaklega við sem erum að vinna í þessu geira og erum aðilar eins og Elon Musk, að
falli ekki í þá gryfju að halda þessi allir eins og hann, eða við, hann náttúrulega með öðrum staðin við hinn. En við sem vinnum í þessum skipulagsverkefnum erum samt oft fólk sem svona komið miðjan aldur og hefur það ágætt og ferðast á ákveðin hátt og það að halda það allir og vilja allir ferðast eins og þú alveg fatalt, sko. Því við erum náttúrulega bara alveg rosalega fjölbreytt og ef við horfum núna aftur síðustu 10 árin þá hefur samgöngutæknin bara verið að verða fjölbreyttari. Við erum á Zipcar og rafhjól og mín skoðun sú að það verður miklu líklegra að framtíðin verði bara mun fjölbreyttari heldur en að hún verði eitthvað svarthvít, allt sjálfkerrandi, ekki allt sjálfkerrandi. Lilja Guðrún, þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Við skulum tala aðeins Brexit hérna á eftir. Við ætlum að tala aðeins Brexit. Árni Páll Árnason, það er 25 ár núna frá EES-samningnum. Þannig verður hugsað til Jóns Baldvins aðeins og þeirra baráttu en nú það Brexit og Bretarnir nú ekki að fara inn í EES beinlínis en það sem að gerast það að menn telja núna miklu meiri líkur en áður á að Bretar séu að stefna í það sem heitir og vilji það sem heitir soft eða mjúkt Brexit. Svo Nigel Farage farin að gefa upp boltan með maður veit ekki alveg hvaða pólitíska leik hann að leika með jafnvel aðra atkvæðagreiðslu og hann kannski hugsa með sér önnur atkvæðagreiðslu þá hún fer kannski bara eins en sem svo sem ekki víst. Hver svona staðan í grófum dráttum? Það svo athyglisvert með Brexit, maður getur komið hérna og rætt þetta við þig með nokkura mánaða millibili, en það samt ennþá allir mögulegir. Það hefur auðvitað, aukist líkur á mjúkum Brexit með samningunum í lok síðasta árs, en það á eftir að klára á þessu ári umgjörð þeirra samninga og það er gríðalegt tog í gangi þar sem að Bretar eru ennþá að reyna að fá það inn að þeir geti gert einhvers konar fríverslunarsamning sem verði ekki með bindandi dómsúrlausnum til dæmis og úrlausn deilumála en að hann taki líka til þjónustuviðskipta og þá sérstaklega fjármálaþjónustu. Á hinn kantinn hefur Evrópusambandið sagt alveg skýrt að ef að Bretar eru ekki tilbúnir að gera eins og Noregur og Ísland og undirgangast sameiginlegt regluverk og sameiginlegt eftirlit og vera hluta innri markaðnum þá sé tómt mál að tala aðgang fyrir fjármálaþjónustu eða þjónustuviðskipti að markaðnum og þetta mun standa tog og það er ennþá alveg mögulegt í sjálfu sér að niðurstaðan verði svo að Brexit sinnum í Bretlandi telji að þeir nái þeirri svona að halda fram þeirri skoðun að það sem sé í boði sé bara ekki nógu gott fyrir Bretland og það sé betra bara að sturtast alfarið út án nokkura samninga. Svo það auðvitað þannig að margir vinir mínir í Bretlandi binda mikla vonir við það fari fram önnur þjóðaratkvæðagreiðsla og horfa mikið til þess ég hef sjálfur verulegar efasemdir um það myndi koma eitthvað nýtt út úr henni hérna megin við mars 2019 vegna þess að hrakspárnar efnahagsþróunina hafa ekki alveg rest það er vissulega ýmislegt sem bendir til að til lengri tíma litið muni þetta verða efnahagslega kostnaðarsamt fyrir Breta en það ekkert farið að sjást í dag og fólk ekkert farið að finna það almennilega á eigin skinni þannig að það gæti alveg verið að þjóðaratkvæðagreiðslan myndi ekki snúast sjúk við sluppum við að taka vitlausa ákvörðun heldur myndi hún snúast við kusum Brexit og þessi svikula stjórnmálastétt hún ætlar bara ekki alls ekki að gefa okkur þess að við kusum og við skulum bara refsa henni En þetta náttúrulega flokkarnir eru mjög það er komin upp býsna harðsnúin andstaða gegn Brexit í íhaldsflokknum og svo sem sagt verið að þrýsta á Corbyn í verkamannaflokknum að fara alla leið og vilja vera áfram í tollabandalaginu og innri markaðnum og það er tog mikið í gangi í verkamannaflokknum og Corbyn hefur viljað svona sitja á girðingunni og talið sig þurfa að gera það vegna þess að verkamannaflokkurinn auðvitað á þingmenn í mörgum kjördæmum þar sem er meiri hluti fyrir úrsögn og hann óttast áhrifin á flokkin ef að hann talar skýrt fyrir innri markaðsaðild. Það sem hins vegar í sjálfu sér held ég og svona eftir því sem málunum vindur fram þá hljóta menn auðvitað að horfa á það ef þeir gera einhvern svona fríverslunarsamning eins og Kanada hefur gert þá þurfa menn í einhverju mæli að taka upp reglur Evrópusambandsins alveg eins og Kanada hefur þurft að gera í vöruviðskiptum þá spyr maður á móti hver er munurinn á því og EES? Er þá ekki betra að taka upp reglurnar alfarið
og hérna hafa einhvern möguleika til dómsúrlausnar og einhverja möguleika til að minnstakosti sko samninga hvernig það líta út og sameiginlegt kerfi eftirlits og úrlausna vegna þess að Bretland þannig efnahagsveldi að það bara ekki nóg fyrir Bretland að fá bara aðgang fyrir vörur. Þjónustuútflutningur þeir eru með jákvæðan þjónustu jöfnuð við Evrópusambandið. Þetta það þroskað efnahagslíf og sérstaklega hvað fjármálaþjónustu varðar, það skiptir máli fyrir þá að fá aðgang. En Evrópusambandið líka búið að læra lektíu af hruninu 2008. Sáu hvernig það gerðist til dæmis á Íslandi að bankar féllu hér vegna þess að þeir gátu ekki staðið við skuldbindingar í erlendri mynt. Og innan Evrópusambandsins vaxandi efasemdir það að það geti yfir höfuð verið skynsamlegt að láta Breta sinna jafn miklu af fjármálaþjónustu fyrir evrusvæðið og þeir gera í dag ef að þeir standa frammi fyrir nýrri efnahagskreppu. Því að þá þarf evrusvæðið að veita evrufyrirgreiðslu landi sem utan svæðisins. Og það bara vaxandi mæli sem menn segja það getur vel verið að kosta okkur eitthvað að flytja alla fjármálaþjónustuna burt frá London og einhvert annað en við verðum bara að byggja upp okkar eigið fjármálakerfi. En það talaði nokkrar leiðir Noregur, það EES-leiðin, hún kemur varla til greina. Það svo mikið fullveldisafsal. Já, ég held hún gæti í einu eða öðru formi komið til greina. Ég á erfitt með að sjá Breta gangi í EES, en ég gæti alveg séð fyrir mér einhvers konar samning þeirra einhvers konar aðganga innri markaðnum í áttina EES með einhverjum breytingum og þar sem þeir gætu verið aðilar að eftirlitsstofnun EFTA og EFTA-dómstólnum. Ég held að það sé alveg mögulegt að sjá það fyrir sér. Svo talað Kanada sem þú nefndir áðan og jafnvel Tyrkland, þetta svona 3 leiðir sem eru nefndar. Já, og það eiginlega Bretar sem sjálfir ýta sér alltaf út á borðinu með allar. Sko, Tyrkland kemur ekki til greina vegna þess að þeir segjast ekki vilja vera hluta tollabandalaginu. Auðvitað ætti út frá markmiðið þeirra hindrunarlaus landamæri á Írlandi að vera mjög skynsamlegt að taka tyrknesku leiðina. En þá á móti búið að lofa fólkinu því að það verði svo ábatasamt fyrir Breta að gera sjálfstæða fríverslunarsamninga við allar þjóðir heims að það ósamrýmanlegt því að vera í tollabandalagi. Svo kemur að Kanadasamningnum og þeir tala alltaf Kanadasamning plus, þeir vilja sem sagt meira inn í hann, þjónustuviðskiptin. En Kanadasamningurinn eins og hann liggur fyrir, hann snýr til dæmis ekkert að landbúnaðarvörum sem alveg atriði fyrir Bretland, hann snýr að vöruviðskiptum og hann felur í sér skuldbindingu Kanada til þess að fylgja að mörgu leyti bæði umhverfisreglum og reglum setningu vöru á markað sem að gilda í Evrópusambandinu og það auðvitað enn og aftur fullveldisafsal ef að menn túlka það mjög ef menn túlka hugtakið fullveldisafsal ekki of þröngt. Nú lítur ekkit ofboðslega vel út varðandi til dæmis fríverslunarsamning við Bandaríkin með Trump sem getur ekki ferð í opinbera heimsókn til Bretlands og móðgaður og allt það. En þetta Írlandsdæmi, búið að leysa það? Nei, þeir eru búin að segjast ætla að tryggja það sem þeir kalla regulatory alignment sem þýðir eiginlega aðlögun regluverks til þess að koma í veg fyrir að það þurfi landamæra skoðun. Ég á erfitt með að sjá að það geti verið neitt annað en nokkurs konar ákvörðun að fylgja til dæmis í vöruviðskiptum öllum reglum sem fyrir eru innan Evrópusambandsins og þeim reglum sem uppverða teknar fram í tíman. Og það nú meira en að segja það og þeir hafa ekki útfært það hvernig þetta getur samrýmst því að vera utan innri markaðarins eða utan tollabandalagsins. Það óhugsandi að hafa lokuð landamæri innan Írlands. Það bara óhugsandi út frá stöðu Írlands og friði á Írlandi og svo framvegis. Já, en þetta algjörlega útfært. Og hvað Bandaríkin varðar, þá náttúrulega Trump verndarstefnu forseti. Hann vill America first, hann búinn að segja það mjög skýrt. Og hans ráðherrar hafa sagt við Breta þið verið þá að hætta að fylgja þessum evrópsku reglum til dæmis bara matvæli og umhverfisreglur og leyfa til dæmis innflutning á klórþeknum kjúklingi sem bannaður í dag
og þá leið segir Evrópusambandið býtu fyrirgefðu þá eru þið ekki að fara að hafa hindrun ef að þið eru með þær reglur heima hjá ykkur þá eru þið ekki með hindrunlausan aðgang inn til okkar. Við sjáum líka hvernig Trump bregst við Bombardier flugvélunum í Kanada sem hann skellti þessum overtollum á. Já, og hann mun auðvitað alltaf þurfa að geta sýnt fram á að hann standi við fyrirheitið Make America Great Again. Já. Hvernig kemur þetta út fyrir okkur Íslendinga? Það mjög erfitt að spá. Ég held að það fer eftir því hvort samningur næstu Evrópusambandi, ef það næst samningur Evrópusambandi þá er alltaf líkur á að hann nái til EES líka, en það er mjög mikilvægt bara og ég held þessi rétt stefna sem íslensk stjórnvöld hafa í dag að bara vera í nánum sambandi við Breta og segja að við viljum vera í sambandi við ykkur ef og þegar þeir eru tilbúin til samninga. Árni Páll, þakka þér fyrir að koma inn í þáttinn, þetta er búið í dag. Fanny Birna verður hérna með ykkur næsta sunnudag. Takk fyrir að horfa.